En núna sko liggja fyrir alls kyns fundir. Þú veist, það þarf að hanna markaðsefni, logo staðarins og þú veist, það þarf að finna starfsmannabúninga og við erum svolítið þar núna. Þú veist, þetta ytra útlit og svona sem þarf að vanda bara rosa vel. Og sko Simmi svolítið sérstakur með þetta. Ég hef nú, við höfum báðir verið lengi í markaðsmálum og svona. Og hann hugsar svolítið hratt og setur allt fram. Skilurðu, hann hugsar hugmyndirnar og segir frá þeim öllum. Maður þarf stundum að segja Jóa hlutin oftar en einu sinni til þess að meðtaki þá svona. Hann oft svona, hann stundur svolítið svona pípuhugsun sko. Hann nær stundum ekki alveg utan heildarmyndina nema maður skýrir þetta alveg lið fyrir lið svona fyrir honum. Sem ágætt líka því að hann leið frekar varkár og ekki fljótfær. Og það alveg kostur í hans fari og ég held að það vegi svolítið upp á móti mínum kannski svolítið göslagangi. Á meðan að þú veist, kannski þessi venjulegi maður fær 10 hugmyndir og það kannski ein sem að svona hann ákveður að já, heyrðu, ég með hugmynd þetta. Að presentera sko. Það svona kvíði ég svolítið þessum fundum eins og til dæmis með auglýsingastofun og svona og fleiri fundum þar sem að því hann svona á það til að vaða svona svolítið áfram. Grínast. Niður með hnéðu, þú þarf að fara alveg niður. Alveg niður, þú þarf að snerta með hnéðu, Jói. Fyrstu með honum, Ívar. Þetta snerta með hnéðu. Hugsaðu bara þig. Kláraðu bara æfinguna. Já, ég að því. Já, ég vil ekki að ganga gegnum þetta með þér, þú ert bara að svindla. Ég bara í mínum takti. Fyrstu með honum, Ívar. Heyrðu, horfðu frekar á hann. Hvað er þetta með? Með gemsan? Já, Olla alveg, þú veist, hún alveg komin á steypirinn, skilurðu, maður verður að vera... Það satt bannað að vera með gemsan í þinni. Hún ólétt, hún getur, þú veist, að fara að staka hérna sem Ég verð að vera viðbúinn því. Já. Það varst nú ekki nema 5 mínútur illa, sko. Má ég ekki bara vera með símann? Sett hann á silent allavega, Jói. Já, konan var sett í gær. Það bara allt að gerast. Og það var svona settur dagur í gær og nú í rauninni erum við bara að bíða. Maður getur fengið símtal hvenær sem og maður svona fær leyfi til þess að vera í vinnunni þangað til að allt fer af stað. En þá líka bara að rjúka. Þá stígur maður alveg út af hvaða fundi sem Jæja, þann daginn. Herri, ég líka á dælu... Dælu 4. Dælu 4. 2 kaffi. Og eitthvað fleira? Nei, takk. Yes, I was really trying to get in touch with him because of the restaurant. Dælu 4. Ertu búinn að taka þetta? Sorry, yes. Yes, I was trying to get in touch with Jamie Oliver because of the restaurant we are opening. Yeah, we just want him to be when we open the restaurant. And yes, if he could attend the opening, that would be really great for our business. Because, yes, okay, Jamie Oliver. Do you think it's possible for him to come to Iceland in March? Thank you very much. Okay, look forward to hearing from you. Okay, bye. Bye. Var það Jamie Oliver? Já, þú veist, þetta var umboðsmaðurinn hans, Charles. Okkur stendur það Jamie Oliver á símanum? Já, því þetta umboðsmaðurinn hans, sko. Þetta eiginlega alveg eins og að tala við Jamie Oliver sjálfan, skilur. Hann bara með hann á spítal, sko. Þú veist, og það eru bara mjög góða... þetta eitthvað líkur á þetta? Já, mjög góða líkur, sko. Hann á bara eftir að tjekka þess á sketsjöluna og svona. Þú veist að svona gaurar á auglýsingastofum og svona. Þú veist, þeir sjá alveg fyrstu drög að logói og útliti og svona.
þú veist það. Þú ert ekki að tala við mig Gauja á auglýsingastofu. Nei, ég hef ekki unnið með mönnum á auglýsingastofu. Hérna, eins og með þetta Ég logo. er búinn að vinna í 10 ár, Jóhannes, við með auglýsingastofu fólki. Þetta logo sem það varst að hanna, Já. ekki verið að sýna þeim það eitthvað. Finnst þetta ekki flott pæling hjá mér með beljuna og það út? Þú veist, segðu bara frá því með orðum. Ekkert verið að sýna þeim þetta, skilur. Ég held að það sé ekki. Það er sjáum það hvað þau segja. Ef þetta eru fagmenn, þá láta þær ekki það á sig fá þú í síni þeim þetta. Nei. Þeir eru alveg geta blokkað það út, sko, ef þeir líst ekki á þetta. Þú stjórnar því alveg, Karl. Hvernig þú... Já. Finnum bara feelingin. Svo segið, þá leitum við til ykkar með allt útlitið. Við þurfum að hugsa merkingarnar utan á húsinu. Það er eitthvað sem þarf að ræða bara af arkitekt hússins. Og eins líka að vera bara svolítið snjallir í nærumhverfinu. Sjá hvað við getum gert þar. Við ákváðum að vera ekkert allt of mikið búin að ákveða í huga okkar hvernig við vildum hafa þetta. Við vildum svolítið láta ykkur leika okkur með það. Samt var ég aðeins búin að leika mig með þetta. Mér er gott að sýna ykkur þetta aðeins hérna. En mér veist þessi svolítið vera þarna, sko. Nei, hvað? Já, ég meina þetta er náttúrulega ekkert, þú veist... Ég segi ekki að þetta sé málið, en þú veist, þetta er svona... Þetta er beljan. Það þýttu nú að vinna þetta eitthvað aðeins betur, held ég. Það? Já, þetta er náttúrulega... Hann er kannski að ná einhverju pínu svona inntaki, þú veist, við getum fundið fyrir þessari belju. Og svo er Trump upp í erminni líka, strákar, sem ég gleymdi að segja ykkur frá. Já, við erum að vinna í því núna á fullu að fá Jamie Oliver til að koma til landsins. Já. Og vera, þú veist... Alex Minerva. Já. Við erum í því núna, þú veist. Og ég er komin í, þú veist, þá hugsunin er svo að hann svona komið aðeins að salathönnunni með okkur. Já, að sama skapi, sko, að bara fá hann í opnununa, það er svona PR-lega sé mjög sterkt, sko. Já. Og svo er, hérna, þú veist, að það að fá já frá umboðsmönnunum hans, það er bara að fá já frá Jamie Oliver, sko. Já, og er það bara komið? Er hann klár bara? Já, er nú ekki komið, sko, en hann er mjög, ég myndi segja svona 70-75% líkur á að hann kemur, sko. Mér finnst það náttúrulega bara með ólíkindum að hafa honum hingað heim. Hann er náttúrulega hrikalega bókaður út allan heim í bullandi þáttagerð. Svona 80%. Ég held að við ættum svona bara að... Já, þetta er ekkert aðalandi. Nei, við skulum ekkert vera stóra á... Það er svona 90% líkur á að koma. Já, 90%. Eitthvað svo leiðis. Ég hef töluverða trú á þessu. Strákarnir svolítið svona hressir með þetta. En hérna... Það má örugglega gera aðeins betur heldur en logoðans Simma. Það er náttúrulega... Ég ætla ekki að segja að ég hefði búin að vinna hérna út á þetta logoi, menn það er engin hætt á því, en þetta er hugmynd og það er kannski eitthvað í þessu sem við getum nýtt okkur, en það þarf eitthvað að hjálpa þessu logoi og þetta á að vera það sem að staður ætlar að nota, sko. Við höfum verið að ræða það hvernig við ætlum að skreita staðinn, hvernig við ætlum að propsa hann eins og það heitir. Og hérna ég er alveg ákveðin í því að við þurfum að hafa belju inn á staðnum. Við erum að fara að borða vonandi nokkur 100.000 hambúrgara þarna sem eru náttúrulega ungnautakjöt. Og mér finnst einhvern veginn að við þurfum að hafa svona belju sem að vaktar þetta og setja þess að þetta fara allt saman vel fram. Fyrir það að belja er bara falleg skepna, hún gefur á sig mjólk og er svona mjólkurkýr. Og við viljum náttúrulega að staðurinn okkar verði kannski einhvern tímann jafnvel mjólkurkýr. Við erum komið með eldhús og uppvaski hérna við steypta vegginn og útvegginn þar sem er svona verra útsýni. Við erum með langan bar. Við erum með upphækkaða bása sem er hérna alveg í gluggalínunni. Þá verður þetta svona eiginlega svolítið eins og gryfja? Þetta er dálítið eins og gryfja, kannski með svona stærri borðum, 2-mannaborðum, 8-mannaborðum, bara eftir að finna það út nákvæmlega, sko. Hvernig leistur þú klósettnum? Klósettin eru rauninni hérna í svona, getur sagt baklandin á þessu, skilur, bak við innganginn, fatlaða klósett hérna á neðra pallinum. Það ætlum samt ekki til þess að fólk séu komið til okkur bara til að kúka, sko. Nei, það skiptir samt gríðarlegu máli, því að, þú veist, ef þú ert á flottum stað, kúkaðu heima þær, borðaðu ferð á ljótt klósett, þú veist, þetta verður alltaf að haldast í hendur. Já, það gerir það, sko. Og snyrtilegt og svona... Já, það þarf að vera bara... Kúkið þið á veitingastöðum? Já. Er það? Kúkað þú á veitingastöðum? Ég kúka ekki á veitingastöðum. Ég kúka þegar ég þarf að kúka. Já, ég kúka heima hjá mér. Já, þú veist, en ef þú þarft... Þá held ég mig að ég kem heim. Ég kúka ekki á veitingastöðum. Með þetta eins og við erum að telli núna er þetta 128 manns í sæti. Og hvað er beljan?
Já, þessi belja fyrir inn. Hvað er þetta að hugsa hana? Eins og staðan er núna bara ofan á innganginum. Þar fyrir ofan á pallið þar. Þar stendur belja. Vel upplýst jafnvel á torfþakinu. Já, ég er að fíla það. Strax og þeir komið til mig þá var ég greiðlega spenntur af því að náttúrulega bæði húsi sjálft sem er orðið dálítið symbol og bara tegundin af staðnum, þetta kitlar mann dálítið að fá að teikna svona stað. Og eftir að við náðum saman með okkar hluti þá var ekkert aftur snúið og getum við sagt að layoutið að staðnum myndaðist mjög fljótt í huganum bæði á mér og líka þeim strákunum eftir að við vorum farin að ræða saman eftir hverju við vorum að leita. Og Simmi er svo fyndinn, sko. Hann er búinn að vera að atast í mér af því að ég er að reyna að fá Jamie Oliver í opnununa á þessum veitingastað sem er náttúrulega huge, skilurðu. En hann hins vegar er að missa sig yfir þessari belju. Þú veist, og mér finnst allt í lagi að hafa belju á veitingastaðnum en það er bara númer 13 í forgangsröðinni hjá mér. Og hvort er mikilvægara að hafa Jamie Oliver í opnun á veitingastað en að fá einhverja belju út í horn. Þetta er bara no contest eins og þau segja í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Já, við ákváðum að ganga til samstarfs við kjötsmiðjuna. Og Siggi, hann fór með okkur í gegnum hráefnavinnsluna og hefur virkilega gaman að þessu og veit hvað hann er að tala um. Hann sýndi okkur hérna virkilega góða skrokka, ungnauta skrokka, hvernig á að verka það og hvaða svæði væri best í fallið í að gera góðan hamborgara. Okkar leið var svo að fara í langt þróunarferli með þeim fabrikumönnum í sambandi við að finna þau gæði sem að þeir sættu sig við. Okkur býðst að fara ódýra leið, okkur býðst að fara millileið og okkur býðst síðan að fara í þessa alvöru leið eins og hann vil meina og við líka. Það er bara 100% kjöt, ekkert rugl í gangi og þá leið ætlum við að fara. Því það er alveg klárt mál þegar að gera góða mat þá þarftu gott hráefni. Í Nautakjöti eru til margir flokkar og það skiptir máli að það sé af ungneyti og helst í A- eða B-flokki. Ferskleikinn skiptir máli að það hafi ekki frosið áður. 120 grömm. Þú vilt fara þá leiðina? Ég held að sé best bara að fá steikingartíma og líka þá, ef maður fær sér tvöfaldan, þá var hann 240. Ég finnst persónulega ekki gott að fá mér buff inn í brauð þar sem varst að borða bara eitthvað kjötfjall, sko. Ég kom með þetta bara heimann, er þetta ógeðslegt eða? Þetta held ég ekki fyrir okkur. Hver er munurinn, þú veist? Af hverju er þetta kjöt svona ekki málið? Þetta er bara nýtt kjöt sem eru aldrei frosið í ferlinu. Þetta er bara það sem við ætlum að vera. Taka bara alltaf inn ferska hambúrgar. Þurfum ekki að keyra á einhverjum frosnum hambúrgum. En hvernig er með þetta ferkantaða brauð? Er það ekkert skrítið? Verður þetta ekki bara eins og ekki hambúrgari? Ég held þetta aldrei skemmtilegt að vera aðeins öðruvísi. Mér finnst það. Ég er alveg sammála því. Já, sko, við vildum fá einhver svona sérkenni á útlitið af hambúrgaranum. Þú veist, það er svolítið mikilvægt að skilja sig úr fjöldanum. Fyrst ætlum við reyndar að hafa buffið ferkantað, en við guggnuðum eiginlega á því. Okkur fannst það eitthvað, fólk geti fundist það bara eitthvað skrítið, sko. Þú veist, ferkantað kjötstykki. Þannig að við ákváðum að hafa brauðið ferkantað. Og það var heilmikið mál. Það þurfti að sérsmíða form út í útlöndum og ég veit ekki hvað og hvað. En við erum mjög ánægðir með útkomuna samt. Hann er rosa flottur. Hann er eiginlega bara fallegur. Alltaf í kyna samt. Burgerinn, ert þú með tíma? Já. Ég held að málið sé, við þurfum náttúrulega tímamæla þetta, hvað getur snöggið og lengi eins og það er kannski ekki alveg að marka þetta. Ok. Hvað heldur þú svona fyrir fram? Ég myndi giska á 3 mínútur á hverju lið, væri bara draumur fyrir okkur. Hvað ertu með þetta? Erum við að krydda þetta? Þetta er náttúrulega 100% hreint kjöt, þannig að ég vil ekki fara að setja einhverja kryddblöndur á þetta. Salt, pipar, þá náðu að láta nautakjötið bara njóta sín. Hvernig eigum við að hafa steikinguna? Eigum við að bjóða fólki upp á að panta? Nei, það er held ég alveg vonlaust. Við bara steikjum þetta alltaf eins. Og hvað, þú veist, hvernig viljið þið á hambúrgarni? Ef við erum að keyra á 120 grama hambúrgurum, það má ekki vera steikt í gegn. Nei, það þarf bara að vera, þú veist, það er bara einhver steiking. Við erum að reyna að finna út af því núna, Jói. Hvað ætlar að steikja lengi? Ég myndi ekki segja lengur en þetta. Þannig að við erum brúnn alveg á endanum. Já, hvað er þessum? Já. Ok, hvolfum á 240. Ok. Herri, paprikusósan. Þetta lítur mjög vel út. Hvað segir þetta? Eru að dansa? Þeir eru algjöran grunn hambúrgar, svo er náttúrulega að taka allar útfærslur af þessu. Getum við ekki sett, ef við ekki með annan disk, getum við ekki sett það á sig eitthvað diski? Jú, það er diskur bak með, já.
þess að taka forplega á þetta, sko. Þetta ekki speltbröð. Jú, 100% spelt. Mjög góð ostur, sko. Þú búin að smaka með það. Hvað? Sem ég borðið mikið. En það er núna... Við erum búin að vera að fylgjast með þér. Og varst að tala við konuna. Nei, ég er ekki að borða neitt mikið, sko. Hakkandi í franskar. Ég er búin að smakka svona 2 á öllu. Borða svona 5 ostsneiðar. Já. Sjáðu, þarna er komið eitthvað voljúm í þetta. Sjáðu þið, strákar. Djöfull er hann flott maður. Þarna erum við að dansa. Já. Já. Við eigum að nota frekar ekta ekta gráðost heldur en að taka gráðost sósu. Hún dreipur þetta allir. Já. Þegar þú veist að hún verður svo megn, sko. Þetta er ekta gráðostur. Þannig að aðeins minna ef við höfum verið að prófa með, sko. Já. Þannig að þarna liggur þetta. Hæ, Svafa mín, heyrðu? Við erum bara rétt og komnir við Jói. Við erum að koma hérna bara inn í Kópavoginn. Hefur ekki bara hittast á Adesso? Já, ok. Ok, til það. Já. Bye. Svafa, svona, heldur sér heldur vel. Hún er það sem að netverjar myndu kalla MILF. En við gerum það ekki af því að það er eitthvað svo takki. Myndirðu? Já. Ha? Það? Já, ég meina, ef maður væri, þú veist, ekki í sínu lífi, skilur við, bara einhverjum öðrum líkamann. Þú myndir alveg, sögum 17. Já. Myndir þú? Nei. Okkur ekki. Því að ég myndi bara ekki gera konunni mín. En svo við komum okkur nú að þessu máli. Það sem við erum að hugsa er sem sagt bara búningar á starfsfólki. Já, á staðnum. Já. Og eins og við erum að hugsa staðinn, ég minna þetta á að vera svona svolítið hard rock feelingur í þessu. En okkur datt svona í huga að leita aðeins til því með þetta alls. Já, er þetta strákar og stelpur sem koma til með að vinna hana? Já. Já. Það þarf að vera úr eitthvað þægileg föt, þægileg skór. Algjörlega. Já, eitthvað sem er auðvelt að þrífa og... En samt töff, sko. Já, við sjáum fyrir okkur svona frekar svona elegant búning. Það má alveg vera sexy á þess að vera glennulegt. Já. Skilurðu? Já, ekki sexy trashy, heldur sexy classy. Já. Ekki svona eitthvað cleavage stuttpils og svona, ekki þar. Það er svo búið. Þetta er svona Julia Roberts sexy. Já. Skilurðu? Já. En ekki Courtney Love sexy. Ekki Courtney Love sexy. En ykkur vantar sérst inn í sal og inni líka inn á... Inn í eldhús? Já. Já, ég held að við tökum nú bara kokka eitthvað þar, sko. Já, akkurat. En ég meina, ef þú farið góðar hugmyndir þar líka, þá er bara að gera að skoða það. En við erum fyrst og fremst svolítið að skoða salinn, sko. Bara þjónana. Já. Það er bara gaman. Þeir þurfa samt að vera einhvern veginn svona auðkennilegir. Herðu, ég gleymdi að segja þarna, varstu það sem spurði mig í bílnum? Já. Ég hætti við. Til í þetta? Já. Býtu, hvað var það? Ekkert. Já, einmitt. Gott að ræða það núna. Við vorum að fá það fréttir núna klukkan 4 í dag að Karlsson er gjaldþrota. En að Karlsson er það fyrirtæki sem að við keyptum öll eldhústækin af. Og það vill svo skemmtilega til að við erum nýbúnir að leysa út megnið af tækjunum. Og í þessu árferði þá þurftum við að borga fyrirfram, við þurftum að borga inn á tækin. Og við borguðum 70% af þessum tækjum öllum nú þegar. En gallinn við þetta núna þó að við höfum náð að leysa hluta tækjunum er það að grillið, sem er náttúrulega hjarta staðarins, það er ennþá inni í þrotabúinu og ekki komið til landsins, þannig að nú þurfum við með einhverjum hætti að reyna að hafa upp á skiptastjóra og standi því að reyna að koma þessu grilli í okkar hendur aftur. Jói. Sæll, Unur, hvað segirðu? Það er fínt, ég er bara komin upp á fæðingardeild. Ok, ég var að fá nefnilega það fréttir með skiptastjóra að við sennilega erum búin að frysta inni, broilerinn okkar og uppþvottavélin og allt heila klappið er ennþá fast inni í þrotabúinu. Þannig að við erum sko
Hvað ertu lengi upp á fæðingardeild? Hvenær er búinn? Hvenær er ég búinn? Já. Já, það er náttúrulega voðalega fyrir mig að segja til það að hún er bara með hríðir sem við. Já. Þetta fer bara að koma. Ég á svolítið erfitt með að vera að hugsa með einhver þrotabú, sko. Nennirðu ekki að hringja í mig þegar þið eru búin að þessu? Simmi, þú kannski hefur áhuga þessu fyrir mig núna í svona sólarhring. Já, ok. Já, fyrirgefðu. Hringdu í mig þegar þið eru búin. Hvað segirðu? Þú dettur út? Jói? Herðu, gangi ykkur nú samt rosalega vel með þetta, Jói minn. Já, takk fyrir það, Gæti minn. Ég vonaði til þig ungur sem er bröðurinn. Já, og vonum að þetta verði strákur. Þetta verður stelpa. Já. Þetta er stelpa. Ok, heyrjumst. Ok, bye. Bye. Jæja, hann maður tekja bara að fara í Kópavogi. Þetta var rosalegt með þér. Alveg súper fæðing, lítið stelpa, 15 merkur. Ofsalega svona slétt og felld og fín, Nei, þetta gekk alveg súper vel. Og mömmu, Ollu minni heilsast rosa vel. En hún var ekki til í viðtal. Skil eiginlega ekki út af hverju. Þú veist, maður er alveg að fórna sér og hún var ekkert alveg að meika þetta. En þetta kom sérst í gær, bara fullkomin fæðing, allt eðlilegt. Og svo sváum við bara hérna í nótt. Það má reyndar enginn koma hérna út af svínaflensunni. Þannig að amma og afi eru bara heima í fráhvörfum að bíða eftir henni. Þannig að við erum bara að ná í bílinn og hita hann. Og svo er Sóley að koma eldri dótturinn af því að mér var sagt að það væri mjög mikilvægt að hún væri með í þessum prósess að ná í litlu systur og keyra hana heim. Þannig að amma og afi eru að fara skutlinni hingað og svo rúlum við bara öll heim samferða. Þetta er voða eitthvað. En gaman að sjá okkur. Þá bara næ ég í stelpunar. Þetta er myndalegt, Er ég lagi? Góður dagur að baki hjá Jó allavega. Hann fjölgaði mannkyninu og skattgreiðendum einn, eignaði stelpu aftur. Ekki frá því hann hefði nú viljað strák, en auðvitað er yndislegt bara eignast barn. Þannig að það var yndislegu dagur hjá þeim og þar af leiðandi okkur líka. En hitt málið er leiðindarmál, að það er skiptastjóri. Nú maður, ekki hann er fínn örugglega, þessi skiptastjóri. En við þurfum núna að fara að eiga í samskipti við skiptastjóra þrotabús A. Karlssonar. Við versluðum A. Karlsson, þeir fóru á hausinn og við eigum tæki og tól inn í þrotabúinu. Sem gæti því töluverð vandræði. Við þurfum allavega að leysa út tækin. Og ég svo sem... Já, maður þarf bara að standa í því. Við frestum sennilega opnun. Lóa litla á brú, hún er lagleg venn og hýr á brá og heillar menn. Er ekki oft sinn eigin mann, því hún er alltaf svo blíð við aðra en hann. Því hún er alltaf svo blíð við aðra en hann.